þarna róttæku feminismi einmitt afneitun á því að það til eitthvað sem heitir eðli karla og eðli kvenna, og ég held að ef þú afneitir því þá getur þú bara ekki átt neina frjóar umræður ever þarna kyn og kynferði, skilur að því við erum að tala þarna hvað konur vilja í raun og hvað karlar vilja í raun. Þetta er náttúrulega mjög þarna erfitt að festa fingur að það. Þetta eru töfrar, sko. Þetta eru raun og veru eitthvað sem er æðra okkur, sko. Þetta er svona að hluta til svona hefur þetta trúarlega þýðingu fyrir mér, sko, hvað er kona og hvað er karl, skilum að bara, þú veist. Og hvað er kvár? Já, hvað er kvár? Það er hvað er kvár? Ég veit það einhver, skilur. Nei, þú veist, ég veit ekki nákvæmlega hvað það er. Það er svona, það á að vera hvorugt, skilur. Og það er líka róttæki feminismin. Hann í raun og veru þróast inn í þessa hugmyndafræði að, skilur, kyn ekki aðeins skiptir það ekki máli hvors kyns þú ert, heldur er kyn ekki til, skilur, sem breyta, raunverulega breyta. Það er bara til eitthvað sem heitir vitund. Þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þennan stutta bút. Þú getur nálgast þennan þátt og allt efni hlaðvarpsins Ein Pæling á pardus.is/einpæling.